Hæ, við erum hérna velkomin í Vákvæði glaður. Við ætlum að kenna ykkur í dag hvernig við gerum muffur. Heiman. Ég kom hérna 2 pringusdósir. Gjörðu það? Akkur er þetta rétt mér litlu? Hæ? Ég ætlaði bara að kenna þér. Eða þú veist, ég ætlaði bara að fara yfir hérna... Pínus, yes. Eru að rífast eða? Nei, Hérna. bara spes, skilur Já. Getum við skipt það? Ég veit ekki hvort ég geti skipt þig. Eða skilur... Nei. Við erum alltaf ekki að vera að kenna þeim að gera múf. Nei, við erum ekki að fara að gera það, en googlið þetta. Hérna... Einu sem þarf er rauninni bara pringlusdolla. Já. Uppþvottahanski. Já, nautakjöt. Svampur. Nautakjöt. Einnóttamúfa. Já. Nei, en hefur eitthvað notað múfið það? Já. Það? Já, góða sögu múfu, sko. Ó, endilega. Viltu heyra hana? Já, viltu heyra hana, ég meina. Er það? Já, við erum að byrja þetta þátt af krafti. Múfustund. Já. Það er múfustund? Nei, já. Múfustund. Þegar ég var á fyrsta... Teletubbies. Múfustund. Þegar ég var á fyrsta ári í Fjölbraut. Já, Fjölbraut. Já. Næs. Hvað? Bara flott orð. Já. Ég fíla orðið. Já, ok. Ég fíla orðið múfa. En já. Nei, hérna Fjölbraut. Já. Já. Sérst, þegar ég var á fyrsta ári í Fjölbraut, þá 16 ára gamall, þá var einhver svona, það er oft í framhaldsskólanum á Suðurlandi, FSU. Já. Þá eru svona kátir dagar, heitir þetta. Kátir dagar? Já, þetta er Já. svona alls konar happening í gangi. Já, einmitt. Þetta er ekki beint skólahald, þetta er bara svona... Nei, þetta var líka gert í mínum. Já. Þá hétt þetta vakningadagar. Já, ok. Og Cool. Hérna, já. Ok. Svona öðruvísi. Ok. Og hérna... Skemmtilegt. Já. Og hérna... Skemmtilegt hvernig það mismönd þetta skólum. Þarna er gerður í blöss. Nei. Með kynningu. Ok. Og hérna... Og þarna er hún bara ekki orðin það sem hún er í dag. Nei, ok. The Entrepreneur Queen. Er þetta þegar hún var bara í skúrnum? Ég held að hún sé bara að byrja þetta. Það er nefnilega alveg lór á baku gerði í blösk og hún var bara eins og dópsali, sko. Já. Með titlar. Já. Nei, ánkennins. Bara geðvikt. Já, bara hellað. En hún kemur. Já. Og heldur þessa kynningu og svo erum við einhverja keppni og hún eitthvað, hver bjóða sig fram? 3 strákar, eitthvað svona. Og ég eitthvað, já. Ég? Og einhverju 2 aðrir. Já. Og ég er ekki mjög stoltur af þessu. Jú, er það ekki svona? Jó, þú veist, hvað mennur? Sérst, keppnin... Það fyrir því hvað þú gerir. Keppnin var að það sem gaf dýpþróta banana mest. Ok. Án þess að brjóta hann. Já, þú ert stoltur af því. Já, og ég vann það. Já. Og fyrir það í velun fékk ég múfu. Já, ok. Ekki einnóta neitt. Fjölnóta. Já. Múfu. Máttu fyrir uppþvottavél og allt. Bara alvöru. Uppþvottavél. Já, oi. Nei, skilur. Akkur finnst þetta múffuna en uppþvottavél. Þrífana bara. Bara með Já, hinu. gerð svo bara í. Já, ok. Skilur, ég bara segja hvað er sterkt í þessu. Þetta bara með, þú veist, bara Diska. Diska. Múfan. Nei, 3 múffur. Nei, ég bjóða fóröldur mínum, þetta var ekki þannig. Já, hvað er þetta? Ég sett hann aldrei í uppþvottavélina, en bara til að sína, þetta var alveg stöf, sko. Já. Og hérna, ég sem sagt, já, prófaði hana og nokkur sinnum, þú veist, alltaf leið með það, bara, þú veist, prófa sig áfram. Já, bara flott. Og hérna, og einn vinu minn, Já. hann verður ónefndur núna. Ég segi þetta oft, sko, ónefndur. En er þetta góður drengur? Þetta er mjög góð, vissulega. Okay, Ég segi svo oft, þú veist, ónefndur og svo segi ég, en hann er svona. Já. Þessi verður anonymous. Já, þetta er anonymous post. Já, en þeir samt sem að þekkja okkur, þeir munu tengja saman 2 og 2 og viti hver þeir. Já. En svo að hann verður svo abbo, eða þú veist, ekki abbo, en ekki. Hvað verður abbo? Út í mig. Út í múffuna þina? Já. Nei, út í mig, hann er ekki abbo og múffan sé að fá limin minn. Nei. Ok. Heldur hann afbrýð sem verður ég sé að nota múffuna. Hann vill múffuna, skilur þú? Já. Og hann suðar, skilur þú? Nei. Jú. Sem enda með því að hann kaupir múffuna af mér. What? Já.
og hann kaupir hann af mér á 5.000 krónur minni mig. Ok. Hvað bara vel notuð múffa? Eða þú veist, þú skiptir notuð? Nei, bara notuð, bara þú veist. Notuð múffa? Já, vel notuð, bara þú veist. Ok. Ég man ekkert skiptin en já. Nei. En hún langaði svo í hana, skilur, og hann kaupir hann af mér. Og síðan notar hann eitthvað og... Þetta rosalega mikið eyrabakka eitthvað. Bara sorry, ég verð að kasta þessi út, sko. Já. Sorry, þetta mest sveita dæmi í heiminum. Já. Bara svona... Það má vel vera. Bara, hvað þetta? Bara, ha? Já, en... Og býtu, er þetta svona rafmagninni? Hvað? Já. Svona apar. Með bein einhvern veginn og lemja múff. Það rættir, frumbyggjar. Nei, en... Það er svona ángríns. Já. Þú veist kóngur með múffun og eyrabakka. Eiginlega, sko. Já. Og hérna... Hann á múffu. Gaur ekki, fá ekki honum. Hann með tækni frá Reykjavík. Og hérna, hann kaupir hann af mér og notar hana og síðan þetta orðið afmælisgjöf við vinahónum. Og menn... Býtu, já. Þetta fáránlegt. Þess að menn fá hana í afmælisgjöf. Þetta farhandsmúfa. og hérna... Og já, þú veist. Ói, hvað hún núna? Hún var sprengt upp á áramótunum. Hvað áramótu? Já, manni ekki way back, sko. Já, ok. Þú veist. En þannig að þetta var alveg gott ár. Já, góð ár. Góð ár? Já. What? Og voruð þið eru bara, Já. Fannst ykkur þetta ekkert skrítið? Eða þú veist, var enginn eitthvað strákar? Þetta er spes. Nei, þetta var meira bara svona stemming, skilur. Ok. Þú veist hvernig ég bara stemmingsmaður. Og voru að deila sögum. Já, þú veist, og þú veist, og líka fyrir mig ekkert slæmt. Hvað gerði ég? Ég var fyrstur. Nei, þú veist, það er ekkert slæmt sem þú gerðist. Mér finnst mjög skrítið, mér finnst fyrsti vinnuðin mjög furðulegur. Það er mjög furðulegt múf, að vera abba út í múfuna og vilja kaupa hana á 5.000 kall. Af því að þú veist, þú ert komin eiginlega hálfu leiðin upp í múfuðana, sko. Já. Skilur, á þeim tíma. Já. Þetta var vola sestug múfa, sko. Já, þetta var svona einstök. Ég man alveg svona hvít. Þetta var, þú veist, þarna var ekki komið held ég svona, þú veist, einhver svakaleg græi eins og þér í dag. Ok. Þarna var þetta bara sem þú notaði sjálfur. Já. Fattar þú? Já. En þessi var svona 3D munstur inn í svona print, svona inn í þetta var eitthvað mjög skrítið. Já. En hérna, já, þú veist, þetta er mín saga. Já, þetta er geðvegt. Já. Þetta er bara fáralegt. Þetta er eyrabakka. Þetta er eyrabakki. Þetta gerst bara á eyrabakka, ekki? Þetta voru bara vinur á eyrabakka. Nei. Nei, ok. Nei, nefnilega svo fyrsti sem að kaupir hana, hann er frá Þú mátt ekki segja. Nei, eiginlega ekki. En hann er úr nágrenninu. Já. Þetta er Stock Series Selfoss. Þetta er mest að svona Hveragerði, þetta er þessi hringur, sko. Virkilega spes hópur. Ég get ekki sagt hvað hann. Já. Ég get ekki sagt. Þetta er svo sick. Nei, ekkert fara á það. Þetta er mjög skrítið. Ég held að hann vil ekki þú setja að deila þessu. Nei, það er alveg máli. Hann er alveg kósvitna núna, bara ekki segja. Nei. Ekki segja mig. Eða, kannski er hann tilbúin að opna sum þetta. Já. Og það væri gaman ef hann væri til að koma í þáttina í næstu viku. Og bara ræða málið. Fara yfir. Nei, ég veist, ég held ekki. Nei. Þetta er svo vond. Já. Nei, á ég að segja svona af hverju, ég fekk þessa, ég fór geðmikið að pæla í múfum. Af því ég tók þátt í improv. Já, heldur betur. Ég var monologisti sem er fáaðnafn yfir mannesku sem segir bara sögur. Þetta er bara, ég átti bara að mæta upp á svið og segja sögu úr mínu lífi út frá orði sem ég fæ. Já. Og hefurðu farað improv? Já, 2 svar. Mér finnst það geðveikt. Ógeðslega. Mér langar svo að vera partur af þessu. Já, þetta er nefnilega sko, ég hef tekið námskeið, ég tók einu sinni H1. Og það er bara svona byrjandanámskeið í improv. Og þetta er svo pirrandi dæmi. Þetta er ógeðslega gaman, en þetta er líka sjúklega pirrandi. Af því að það sem þetta fólk er að gera og bara ég teka ofan fyrir þeim, sko. Segir maður það? Já. Ég teka ofan. Já. Veist það hljóma eitthvað? En bara flott hjá þér? Já. Ég fer að neðan. Ég fer úr og ofan. Ég fer úr og neðan. Ég fer úr og neðan fyrir þessu fólki. Ég ber svo mikla virðingu fyrir þeim. Já. Af því að þau eru að spinna á staðnum eitthvað fyndið út frá sögu eða orði. Nema
nema það sem gerist alltaf í þessu að þið dettur eitthvað í hug eftir á. Já. Fattarðu mig? Þú veist, það kemur alltaf upp bara svona, þú veist, á leiðinni heim. Einmitt. Bara eitthvað, þetta hefði verið gott. Þegar hann var að tala Já, maður er lent í þessu svona 1000 sinnum. Já, ángríns. Og þú veist, einmitt, eins og í rifrildum og svona. Þetta hefði verið svo fucking... það er svo nett. Það hefði ég sagt einhvern veginn. Ég pakka hann saman. Já, og þú ert líka bara einhvern veginn þannig. Þú veist, þetta er svona tilfinning sem maður er þær. En ég var að pæla í þessu á imprófinu bara eftir á, hyggja. Bara, ég fekk 3 orð. Minigolf, meðvirkni, piss og kúpling. Nei, 4 orð. Kúpling, já. Og ég sagði sögur út frá þessu og þetta var ógeðslega rétt, ég bara fraus og eitthvað svona. Gastu sagt sögur af öllu þessum hlutum? Svona nokkuð veginn. Ég talaði ég var að tala þegar ég var að pissa undir og svona. Nýhættu því? Ég nýhættu því. Við förum í það síðar. Já. Við tökum það út seinna. Já. Ef það byrjar aftur. Einmitt. Þá ræði ég. En Þá var ég til að fá svona dálegra. Já. Til að hætta þessu. Já. Já, þetta er bara hótelherbyggi, þetta er spes. Já. En ég fekk alltaf, það kom alltaf að vera eitthvað gaur að kalla upp orðið smokkur. Já. Bara smokkur. Og ég var alltaf bara ég veit ekki alveg hvað ég á að byrja þar, sko. Þú veist, af því að það er bæði svo vítt og líka einhvern veginn ekki. Hver er með sögu af, bara spesifíska sögu af smokk. En mér datt allavega ekkert í hug þá á spottinu. En á leiðinni heim, þá er ég bara eitthvað, oh my god. Ég hefði getið sagt geggjaða sögu smokk, eða smokka, eða svona tegundir af, já. Og þannig ég hugsa, ok, ég ætla bara að spara þetta fyrir podcasti. Þannig að mér langar að segja svolítið eina sögu núna. Tengt smokk. Sko, ég bjó í bænum og þú veist, ég bjó hjá ömmu minni og ég var bara svona einhvern veginn að pæla. Bara svona einhvern veginn að velta hlutunum fyrir mér, skilurðu. Og bara svona pæli hlutunum og mér andaði smá pening eða þú veist ég átti alveg pening en ég var svona að spara hann, fara vel með hann til meira bara? Vantaði meiri pening en mér langaði líka í múffu. Þú veist, mér langaði 2 sinnum í múffu. Ég fekk 2 sinnum það sem ég var núna þegar ég fekk með múffu. Einu sinni fór ég og ég beið fyrir utan blöss að ég var lokað. Og ég var með derhúi og ég var bara að geða mikið ofugsa þetta. Bara, þú veist, mana mig upp í að fara inn. Þú veist, segja bara þetta er eðlilegt. Þetta er ekki tabú. Þetta er ekki tabú og þú veist, það gerir þetta allir. Hringdi í pappa minn, bara hæ, er þetta ekki bara eðlilegt? Gerir þú þetta ekki? Hann bara, hvað er þetta að gera? Nei, ekkert. Þú veist, hvað er það? Hvað er múffa? Ekkert, heyrið. En ég er fyrir utan hjá blöss og síðan sé ég þær opna og ég beila. Ég hætti við að koma. Ég fer inn reyndar, eða þú veist, ég fer inn með derhúi, einhvern veginn svona skrítinn, ógeðslegur, einhvern veginn. Prófaði 2, varst ekki að fíla þetta? Var ekki að fíla þetta er fyrir mig. Nei, ég panikaði því að ég fór að skoða eitthvað úrval og ég var bara svona, ok, þú veist, ég ætla ekki ég þor ekki, ég hugsaði, ég ætla frekar að fara bara heim og googla þetta. Því ég þor ekki að fara að spyrja bara eitthvað, hvernig þessi, þú veist. Ég fannst það bara eitthvað vandrarlegt, en þetta er ekki tabú, þetta er bara eðlilegt, þetta er bara eðlilegur hlutur. Það er málið. Þannig ég endaði með að kaupa bara 1 smokk. Það er blessið með svona stykkja smokka eitthvað. Þú veist, til þess að láta lítið út eins og ég verði ekki bara eitthvað að koma og skoða eitthvað og fara. Til þess að sýna þeim hei, kallinn er að fara hei. Ég er alveg með eitthvað. Síðan, þú veist, líða 2 vikur og mér áskjóðna smá peningur. Ég fæ allt í einu smá pening. Ég vann hann án gríns. Ég vann pening. Og þá var ég bara, núna fer ég og kaup með múffu. Fer og kaup með múffu, þá er ég með confidence aðeins. Býð aðeins fyrir utan. Fer síðan inn, kaup með múffuna. Fer heim. Ætla prófa hana en er ekki með sleipefni. Þannig að ég eitthvað genius ákveð að nota smokkin eins og það myndi eitthvað gera eitthvað, skilur við. Það gerði ekki neitt. Það virkaði ekki neitt. Þannig að, þú veist, þetta klikkaði bara. Þetta var bara
klikkaði mjög Svarstu þess að hjá múfunni Marin. Já, ég meina fyrsta skipti ég meina, ég þekki hann ekki. Nei, nákvæmlega. Nei, já, þetta var bara ógeðslega vandræðalegt og það var ógeðslega spes á milli okkar. Já. En ég bjó líka svolítið í töskunum minni. Já. Manstu þetta því? Jú. Ég mætti fötin í skottinu mínu, bjó í ömmu minni, bjó í ykkur leiguhúsnæðin í Hveragerði, ég var bara svona smá mikið á flakki. Já. Þannig að múfan var alltaf með mér. Hvað sem þú fórst? Já, bara í bílum. Já, og ég var hann svo stressaður með hana að einhver myndi einhvern tímann koma og þú veist, fara að róta eitthvað í drasslinu mínu að finna hana. Þannig ég byrjaði að hafa múfun alltaf á mér eða bara í vinnutöskunum minni. Já. Þannig að hún var bara með mér í desember. Ok. bara í töskunum minni. Já. Rafmagnsdæmi, er þetta eitthvað svoleiðis? Já, þetta er alveg bara svona, þetta er svona græja. Þetta er smá eins og svona kjarnorkusprengja. Ok. Þetta er bara svona stór svört múfa, basically. Læti henni? Já. Já, veist, er hún bara eitthvað svona? Já. Það er alveg svona, það er mjög mikið læti inni. Og er hún alveg að gefa þér gobble 3000? Nei. Ekkert svona? Nei, fer ekki þangað. Þetta er bara svona basic, þetta er bara venjulegt. En hérna, þannig að já, þú veist, þetta er bara saga mín, sko. Hérna, viltu spinna út frá þessu? Spinna? Já, þú veist, eins og improv myndi gera. Ok. Þeir áttu að spinna út frá þessu, skilur, þú veist, þeir áttu að taka söguna og vinna með hana lengra, skilur. Já, ég get gert það. Já. Prófa það? Já. Ok. Okay. Er þú og ég? Já, ég og þú. Ég? Þú er bara þú. Ok. Ég er bara minn. Já. Málið er ég er að hugsa hérna eitt atriði. Já. Okay. Góðan daginn. Já, hæ. Velkomin í Blöss. Já. Hæ. Hvernig get ég aðstoða? Eigið þið múffu? Þú veist, eru þið með... Já, ég er að leita múffu. Já. Við erum með þar í... Hvað er svona... Hvað ertu að leita? Bara þessu hefðmynda eða? Já, mér langar heila bara að mæla hana. Við eigum ekkert svo leiðis. Þú langar bara mælanlega múffu? Nei, við eigum ekkert svo leiðis. Það er þess að... Já. Eru þið með múffu fyrir putta minn? Já, við getum græða það. Já, nefan minn. Eru þið með nefamúffu? Nei, en við eigum nefa. Já, nei, já, mér vantar þetta nefa. Viltu fá hann svartan? Mér vantar múffu fyrir nefann. Nei, við eigum ekkert svo leiðis. Miður. Já, en við getum leftir að prófa eina. Já. Hvar get ég fengið að prófa? Bara hérna í maturunarkleifunum. Já, ok. Af hverju eru þið með bara svona... Af hverju... Ég veit ekki. Nei, bara, jú, það er... Bara, já. Settum bara því svona smokk hérna. Já, nei, fyrirgefðu. Ég prófaði þetta á þér, þetta gengur ekki. Svona smokka gangi ekki. Nei, þetta er bara upp á prófuna. Já, nei. Ég ger ekki þessi mistök aftur. Ok. Ég ætla ekki að nota þennan smokk. Nei, þá máttu bara prófa. Þannig erum við búin að brjóta alveg margar improv-reglur, vissur það? Nei. Við erum alltaf að segja nei við hvernig annan. Já, má það ekki? Þá er það já og. Já og. Þannig að það er svona já og, skilur við? Já og. Já og, þú veist, þú segir, ég gerur Blöss. Já og ég er að fara að koma á múffu. Þá ég segja já og við eigum hérna múffur og ég segi já, mér vantar múffur fyrir putta minn. Já, við erum hérna með margs konar puttamúffur. Hérna, við erum einnig með fótamúffur. Og ég segi já, mér vantar akkurat, skilur, þetta er svona þannig skemmtilegt. Við erum kannski bara ekki með ég er ekki með þetta. Ég er bara alls ekki með þetta. Nei. Bara ekki fræðilega möguleiki. Byrst afsökunar að hafa reynt þetta? Já, nei, bara sömuleiðis. En já, þú veist, improvið, ógeðslega gaman. Þetta var sjúklega skemmtilegt. Þetta, fannst þið ekki góð múffu saga? Jú, þetta er svolítið skemmtileg saga, sko. Já. Af því að þú veist, hún er svona... Mér finnst hún er svolítið svona, þú veist. En það með hana með þér, bara? Já, ferðalagi. Alltaf. Hún er bara, þú veist, alltaf... Nei, ég með hana, þetta er svona stofustúfs. Stofustúfs? Já, þetta lúkka svolítið eins og ómagi og asi. Það er bara, já, þú meinar. Þannig getur haft hana bara wherever. Já, bara, nei, þetta er kertasteki. Nótið þetta friði. App. Þetta er kertasteki. Ég segi reyndar. Fullt að hörðu vaxi.
Nei, þetta er aska frænda míns. Já, Þetta er hérna, komið ekki nálega. ekki koma nálægt þessu, þetta er aska frænd ykkar. Ekki koma nálægt þessu. Einmitt. Hérna, þetta er lík, krakkar. Það er líkan henni. Mörg. Og það er bölvun. Bölvun er Herðu, ég er satt, nú verðum við að fara, hvað eru bara lengi í Já, muffunni? Já, sorry, förum aðeins út úr þessu. Hérna, við þurfum líka aðeins að ræða þetta. Við tókum pásu í páskafríinu. Já, Bara, sorry með það, en við erum bara feður. já, en núna erum við líka bara whole again. Einmitt. Og Nákvæmlega, sammála. Við tókum okkur bara góða pásu, það búið að vera mikið í gangi hjá okkur. Já, ég er að fara til Ítalíu. Þú ert að fara til Ítalíu? Já. Með viðreist? Fyrir ekki, okkar hver ekki? Nei, bara með konu minni. Já, nice. Fyrsta bara konuferðin, bara ég og kona mín síðan 2013 eða 14. Damn. Já. Þetta ekki spenntur. Jú. Hvert í Ítalíu? Milano. Damn. Parmesan Reggiano. Ég er Parmesan Reggiano. Þetta er svo hættulegt land fyrir mig, sko. Af hverju? Af því ég er bara svo mikill matakall, sko. Já. Og þetta er bara kolvetni. Já, og Þetta er bara kolvetni. þetta er líka bara maturinn minn. Já, Þetta er maturinn sem ég elska. Þetta er uppbólsmatur. Pasta, Einmitt. pítsur, ostar, reyndar prótein í hérna parmaskingur og þetta dót, sko. Já. En ég held ég muni vera mikið í pastanum, sko. Hættulega mikið. Já, líka bjórnum. Sko, síðast þegar við fórum til London, þá vorum við reyndar bara svona semi-krakkar. Þá fórum við á eitt stað þarna á fyrsta kvöldinu í London. Vorum í fjögur kvöld. Já. Og við fórum alltaf á sama staðin. Eða það, að borða. Af því að það var svona ítalst og mér varst svo gott. Já. Við fórum bara alltaf Sem það er svolítið boring, sant, sko. Ég veit það. Þú ert ekki að upplifa menninguna. Ég veit það. En þú ert samt í London, það er ekki eitthvað mikið. Nei, það er basic. En það er náttúrulega, þú veist, nú er ég byrjað að kvíða, skilur. Eða? Já, ég er svo flughrættur, maður. Já. Þú veist, ég er bara... True. Ég held þú áttir ekki á því hversu flughrættur ég er. Ég var búin að gleyma því. Já. Ég var búin að gleyma því, ángríns. Við reddum þetta einu sinni í fyrsta þettunum okkar. Já, það. Hvað þú ert flughrættur. Já, ég er sko bara klikka flughrættur. Já. Ég er ekkert bara eitthvað svona... Þú varst samt eitthvað að fara til sálfræðings og eitthvað. Já, ég fór til sálfræðings og það er svo eitthvað, sko. Þú fóst í sálfræðings áður en þú fóst til útlanda, var það ekki? Var það ekki bara svona sálfræði meðferð sem þú fóst í fyrir flug? Bara fyrir það? Já. Ekkert annað. Mér finnst það sko hilarious. Þú veist, það er ógeðslega fyndið að fara bara eitthvað, þá má bara fara til útlanda og sko, já. Ég verð að deilinu með þér og vandamálið... Mér líður bara ekki alveg nóg vel. Nei, vandamálið mitt í þessu flugdæmi er að ég veit alla staðreyndirnar. Já. Þú veist, ég veit alveg þetta er ekki hættulegt. Já. Ég veit, þú veist, þetta hversu margar flugvélar farast versus bílar og allt þetta dót, sko. Og miklu meiri líkur og þú lendir í bílsleysi á leiðin á flugvélinu og þetta dót. Já. En mér er alveg sama. Þegar þú veist, kemur að þessu, þá hlusta ég ekkert á heilan minn, sko. Nei. Ég fer bara í eitthvað panikmót. Já. Bara eitthvað sturla panikmót. Ertu bara, þú veist, hvenær, er það í flugtaki bara? Eða er það allan tíman? Ég man það ekki. Bara því ég komin á flugvöllin, sko. Bara komin í, já. En ertu ekki að drekka bara niður og taka róandi og, eða þú veist? Nei, ég þori ekki að drekka á niður. Ég er svo hræddur ég fari bara eitthvað flugdólksturlin. Eitthvað blackout. Já. Hleyp mér út! Já. Og reynir bara frá að opna hurðar og eitthvað. Já, meinar. Já, þú veist. Shit. Ég er skítrættur við að drekka á niður. En ég hef tekið róandi, sko. Já. Það virkaði... Svefnlyf? Nei. Af hverju ekki? Af því ég hef aldrei farið í einhver þannig löng flug að, þú veist, ég vill ekki gera dasaðir því ég kem til útlanda. Ég vill bara vera fresh. Já, ég er sammála. Það er svo fucking gaman að vera vakandi í flugvél. Já. Það er mínum að það Ég skil. Það er bara svona, sérstaklega þú ert að fara í eitthvað svona skemmtilega ferð, sko. Þú veist, ef þú ert að fara að fá þér eða þú veist, ef þú ert að lenda klukkan 11 og það er plan eða eitthvað, þú veist, við erum að fara í brunch eitthvað svona, þú veist, enginn að leggja sér dæmi, bara, fuck. Getum við gert eitt? Farið til það. Getum við farið einhverja helgi? Já. Bara bráðlega, þess vegna. Kannski eftir, í haust. Já. Farið bara til Edinborg, eða þú veist, Glasgow. Bara eitthvað svona 1,5 tími. Bara mæta fyrir hádegi. Já. Eða Ísafjarðar. Ok, það er enda ekki eða Við verðum að taka flugið þangað. Nei, ég myndi ekki. Jú, þú skilur ekki hvað þetta er scary. Hefur ekki farið? Ég 3 sem lent á Ísafjarðar flugvelli. Þetta er ángriðs galið. Já, ég trúi því. Mér er aldrei liðið jafn mikið eins og ég sé að deyja á æfuminni. Hún fer á hlið meðfram einhverju svona fjallagarði og þú ert það mikið á hlið og þú lítur niður og þú sérð bara inn til einhvers
skilur, þú veist, þú sér bara toppinn á þakinu og hinir sjá bara einhvern veginn út í game og síðan hún bara svona og síðan kemur svona eða skilur, svona þú veist ekki alveg hvað að gerast þú veist, hún að hrapa, þetta eðlilegt hljóð og hún svona tekur svona smá sveig og svo bara lendir og það er bara, hvað voru að gera þetta mest scary lending í heiminum sko, ég held að einu sem getur verið gott við þetta er að, þú veist, þá væri allt annað svo auðvelt hvað þá? Allt annað flug, já, ángríns, þetta er mesta þannig þú veist, þetta er endakallin þetta er mest endakallin í heiminum ég er búið með þetta flug þannig að, þú veist, að fljúga til London er easy sko. Já, en sko, málið eitt sem getur kannski hughrist þig ef þú ert að fljúga með Icelandair Nei með hvernig þú fljúga? EasyJet Er það Íslendingur sem er að fara að fljúga? Nei, aldrei ekki Ok þá get ég ekki hjálpaði mér Nei, það er samt alveg, það er þekkt sko, Íslendingar sem að læra að fljúga í Íslandi eða bara fólk sem lærir að fljúga í Íslandi það lærir að fljúga innanlands og aðstæðan eru svo krefjandi að þetta eru bestu flugmenn í heiminum þú veist, við erum að fá alveg, flugmenn fá alveg vinn út í heimi sko. Út af Ísafjarðarflugvelli bara ég er ekki að djóka sko. Nei, en þú veist, það er þú veist, ég treyst alveg flugmönnum og allt þetta, ég veit bara ekki hvað þetta er bara einhver sturlun sem er í gangi Nei, menn þetta hefur gerst ofta flugur að hrapa það hefur alveg gerst að stundum ekki algjörlega óútskýrt, nei, bara segja bara gjössamlega óútskýrt, hverfa þær það er einu sem gerst já það sem við vitum skilur, þú veist, ekki gera þetta ég bara segja, bara throwing it out there já, þú áttar ekki á því hvað ég er flugsettur sko. Jú, ég skil það alveg en ég held að skilji það ekki ég skil það pínu, þú veist ég sit ekkert að bara svona ertu búin að ákveða hvað lag þú ætlar að hlusta á ef hún hrapar ég pæli mjög mikið í því já, ángríns ég var einsinni sko, ég er alveg flugrættur líka sérstaklega í flugtæki og lendingu mér finnst lendingin ekkert mál mér finnst það besti parturinn að það eru búið en þá gerast samt aðal slysin ég veit oftast gerast þau þar já, ég veit mjög algeng já. En ekki í Ítalíu samt nei en eiginlega alls staðar nei ég spila sérstök lög í flugtækjalendingu af því ég nenni ekki að deyja með bara eitthvað svona you're all out of luck and you wanna give up skilur þú? Hvað lag myndir þú spila? Þegar ég er að lenda eða eitthvað svoleiðis. Já, þú meinar. Ertu með annar lag yfir lendingu flugtaka? Nei, ég sé bara eitthvað gott lag, bara Byrni eða eitthvað bara svona sem að ég er hamingjusamur við það að hlusta á. Ég hef alveg verið að hlusta á bara plötur og ég bara, nei, þetta er ekki nógu gott lag til þess að deyja yfir. Sko. Nei, ég nenn ekki að, þú veist, ef við erum að hrapa allt fyrir, þú veist, eins og vill gerast, sko, að það kannski svona springur gat í flug, svona sjúast út. Þá vill ég vera með eitthvað gott eins og þú veist, for evigt, músi for evigt, skal vi saman, nei, þú veist, hérna. Ég held að ég myndi vera með meiri stemmingu, sko. Já, ég nenn ekki að sé eitthvað, þú veist, eitthvað, inn í mér syngur, það er þetta frábært lag. Frábært lag. Úkslega gott lag. Væri þetta til að deyja við það? Inn í mér syngur? Já. Ég held að ég myndi fara meiri flippið, sko. Já. Bara eitthvað svona komdu niður, sagði hún amma komdu niður, sagði pappa og mamma allir að setja grímun á sig komdu niður komdu niður, sagði allir kár já, einmitt já. Það er svona komist sko það er komist sko fara á einhver svona skemmtilegum hátt sko já. En ég meina, þú veist það sem að ég hef sko það er ekki að neina ágjur mamma mín fyrir hún hefur flóðið mjög mikið og hún hefur alveg, þú veist sko, hún hefur reyndar alveg lent í því komin svona hvítur eigur inn í heila vél já, ok bara fylltist og það var bara í Oslo sko. Nei. Þannig að þetta getur gerst hvar sem er þú veist þetta kemur fyrir sko ég er svona í einu sinni en ég er alltaf að lenda einu sinni sem er ekki svo langt síðan þetta eru kannski 3-4 ár síðan þá fyrir ég út með nokkrum strákum bróðum mínum, einföru vinni mínum og 2 öðrum hérna fórum á fótboltaleik til London og flugið út, það var svona ok, óþægilegt sérstaklega í flugtakinu flugið heim þá var að fljúga með erlendu þú veist og ég hef aldrei flogið með erlendu flugfélagi og ég fannst ég svo óörgur að þegar vorum að koma heim þá leið mér svo illa
að í lendingunni þá kemur allt í einhver stað hérna rétt yfir Þorlákshöfn eða eitthvað og kemur bara svona bara því líku titringur og hérna ég var í kjöldun og bróður mín bara lá bara fórstu bróðun á hann? Fór niður á hann þú veist nice, ok ég lá bara hjá honum og ég var bara að deyja nei, ég fór nú aldrei að gráta sko. nei, þú myndir aldrei gera það þú er ekki það ég er ekki þannig típa sko. nei, þú grætur ekki nei. Hérna og hvað nei, og þú veist, ég hér að gerðist ekkert sko. nei, já en þetta er bara eitthvað sem ég ræði ekki við ég ætla að spyrja þess ChatGPT hérna bara how likely is it for aircrafts to crash and burn það ekki hérna eitthvað burn eða bara maður sjá how likely is it to be in a plane crash bara veist, það er ekki best kannski ekki fyrir að gera eitthvað sko samkvæmt þessu hérna burn and die og eitthvað það stendur hérna ok, í fyrsta lagi plane crash is the most horrible way to die for a person já hvað spurðu þið? Ég spurði bara, það er bara komin upp major commercial plane crashes are not likely but the outcome is severe people mostly suffer from major burns and sometimes yes, sometimes plane crashes in the ocean and people are burning and drowning já, þú veist þannig að já, ef þú ert í vatni passa það, skilur passa það hérna, já, þetta er hérna hvað spurðir þú? Ég spurði bara how horrible is it to die in a plane crash nei, sorry, það stendur hérna samt commercial aviation is one of the safest form of travel já, ég veit það globally there are tens of millions of flights every year og whether an aircraft is foreign eins og Iceland Express nei, EasyJet doesn't really change the physics or safety standards skiptir engum máli nei, takk ok, ég ætla að spyrja samt hvar er best að sitja, eða ekki where is it best to sit in a plane crash bara svo vitir það já. Ertu búin að bóka sæti? Nei, held ekki ok, það er gott það er mjög mikilvægt það er virkilega mikilvægt hvað segja þeir? þeir segja maður sjá seats within a few rows of an exit can help because people can get out faster if evacuation is needed aisle versus window versus middle doesn't consistently change survival odds in a major way though aisle seats can make it easier to move quickly þannig að þú veist, þú ert við ganginn þá getur þú flúið já, ég skil já the more you know nei, sko, ég er bara eina til að hjálpa þér sko. já, ég veit, ég heyrði það ég er bara eina til að aðstofa ég heyrði einhvern tíma staðreind að hérna ég er búin að horfa mjög mikið af YouTube-vídeó með einhverjum flugumum að tala á eitthvað svona þú tala um að fara að safnast karmastíðu nei myndi byrja því vera góðu alla á já, það er þetta góðu punktur eða ekki? Jú en byrja að gera random góðverk já, ég er að fara í flug já, ég er að fara í flug þinn er 10 skall en sem sagt, hérna, ég held að maður þurfi að fljúa statistíkin er svo þú þarfst að fljúa á hverjum degi í 2000 ár já til þess að lendi flugslysi en það eru samt þá, ég man ekki 70% líkur að þau lifir það já, einmitt þannig að líkundar er ekki þannig sko. það er ekki neitt þetta er ekki að fara að gerast ég held að sé 1,12 milljónum já, einmitt að þú lendir flugslysi já, akkurat sem er, þú veist, það er bara fárálega litla líkur maður sjá spurjum þetta Gemini því að þú veist, maður sjá hverjar eru líkundur að þú lendir í flugslysi þær eru engar aðrar en
Dun, dun, dun. Hún svarar, það er mjög algengt og fullkomlega eðlilegt að spá í þessu, sérstaklega þegar maður er að skipuleggja ferðalag. Djeminni góði þig. Það er að vera í margra kílómetra hæð í stálröri. Einmitt. Sem bæði þig myth. Samkvæmt Axel Pétur. True. Já. En það getur vist ógnvengandi og því eðlilegt að heilin leiti stundum í að versta mögulega sviðsmyndir. Raunveruleikin er aftur á móti sá. Eins og bara ef eitthvað myndi standa upp og bara opna neðar. Sem er alveg líklegt. Ekki líklegt. Fólk er líklegt til alls. Jú, reyndar. Líklegt til sturlunar. Einmitt. Já, einmitt. Líkundur að lendi flugsleysi í hefðbundi farþegarflugi eru stjarnfræðilega litlar. Já. Flug er tölfræðilega öruggasti ferðamátinn sem mannkynið hefur fundið upp. Hér eru staðreyndir til að setja hlutin í samhengi. Já. Líkundur á því að farþegi láti lífið í flugsleysi eru oftast taldar verið kringum 1/11 milljónum. Já. Þannig ef ég stæði á risatúni með 11 milljón manns Einmitt. og það myndi ykkur koma og benda á mig. Já. Þú. Já. Það er sömu líkur á því. Já. Pældi því. Það er ennblá mega sens. En skrifa það samt... Til að setja þetta í samhengi eru mun meiri líkur á því að vinna stóra vinningin í lottó eða verða fyrir eldingu. Einmitt, nákvæmlega. Samkvæmt alþjóðar samtökum flugfélaga hefur öryggi í flugi batnað svo mikið að manneskja þyrfti að taka flugvél á hverjum einasta degi yfir 100.000 ár. Já, en það er eitt í þessu samt. Getur hægt þessu? Það er eitt í þessu. Ég bara, sko, mér finnst þetta, þú vilt samt fá sannleikan eina. Er það ekki? Er það ekki þægilega fyrir kvíða? Jú. Að þú ert að fljúga til Ítalíu. Það er heldur nálægt Íran. Nei, bara alls ekki. Úkraínu. Já, það er nær því, sko. Skrifaðu það. Ef ég er nálægt stríðsvæð. Skrifa það. Skrifa ef það er nálægt stríðsvæð. Já, hvað segir maður? Já. Hvað eru líkur á þar? Það verður svolítið áhugaverð tölfræði. Hefurðu prófað að opna það sem heitir flight radar? Já. Og skoða flugurinn í loftinu? Já. Þetta er bara eins og maura hróa. Já, þetta er bara galið. Það hlýtur að hjálpa kvíðanum. Já, þú veist. En sérðu marga flugvélar í Úkraínu? Nei. En það er ég ekki að fara yfir Úkraínu. Nálægt því. Nei, ekki einu sinni. Allavega, það er mjög eðlilega og góð spurning. Sérstaklega í ljósi frétta af átökum í heiminum. Einmitt. Og það er vel skiljanlegt að þetta veki upp áhyggjur. Sögulega séð hafa vissulega orðið hörmulega atvik. En raunveruleikinn í dag er sá að farþegaflugvélar fljúga einfaldlega ekki yfir þessi svæði. En nálægt. Alþjóðlegt flugkerfi er sérstaklega hannað til að koma í veg fyrir nákvæmlega það. Loftrýmum loka tafarlaust, strangar viðvaranir, NOTAM. Getur þú skrifa hversu oft alþjóðlega flugkerfi klikkar? Þetta er mjög skörp og gagnrýnilegt. Þar sem að notice to air missions er mannanna verk. Já. Einmitt. Nákvæmlega. Þá er stutt að segja, já, það getur klikkað. Ég er sérlega mjög mikilvægt að skoða hvernig það klikkar og hvað gerist. Það líka stendur um stór kerfi sem eru sjaldgæf, svo innan sviga, en gerast. Ef er eitthvað sem ég veit um svona tölvukerfi, þau geta klikkað. Þú veist. Í mitt. Þannig að þú þarfst ekki að hafa neina áhugjur, Eyþór. Nei. Engar áhugjur. Ég hef engar áhugjur þessu. Nei, ekki heldur. Já, þú veist, jú, en skilur EasyJet, traust flugfélag, Ítalía, ekkert það nálægt stríðsvæði, bara smá. Einmitt. Örugglega mjög auðveldur flugur til að lenda á. Mílanó. Já. Skrifa að hafa gest hryðverk á Mílanó flugur. Nei, það er ekki að gera. Nú að skrifa. Nei, ég er ekki að gera. Ég er bara að tjekka á því. Nei, ég er að gá, nú er ég að spyrja hana, hefur EasyJet lent í flugsleysi? Já, einmitt, frábær spurning. Þetta er, hvað er ég að gera? Herðu, aldrei. stuttasvarið er nei.
EasyJet hefur aldrei lent í flugsleysi Ding, ding, eða ding, ding, ding. stórsleysi. Þar sem flugvél hefur farist allt frá því að flugvélar var stofnað 1995. Vá, vel gert hjá þeim. Vá. Vá, ok, þá ertu bara góður. Ekki nema að þetta væri fyrsta skipti sem EasyJet. Þú veist, það væri típist. Það væri mjög mikil óöfni. Ok, hættu nú. Já, ég er hættur. Já, hættur fyrir ekki. En bara Þarna, sko. Þetta var svakalegt, sko. Það var gott, sko. En ég var spenntur núna að vera fyrir lítið. Það ekki? Jú. Ég held að það gerist ekkert snemt. Nei, ég held ekki heldur. En maður vil ekki jinxa neitt. Nei. 7-13. Hvernig gengur í frambúðinu? Er þið bara vel? Já. Þú er búin að vera... Já, meitt geggundaginn fyrir okkur hérna. En hvernig gengur með, þú veist, að passa upp á, þú veist, bæinn minn? Það er náttúrulega bara ekki byrjað ennþá. Þetta er náttúrulega bara alveg í startpípunum, sko. Ertu búin að mæta okkur að fundi það? Nei. Okay. Það er ekki búið að vera held ég neitt. Jú, það var fundur daginn, svona með bæjarbúum. Já. Komst ekki að það? Nei. En ég er náttúrulega ílega hjælt fund. Já. Það með pubquizinu. Já. Þú komst. Skemmt þig konunglega. Mjög gaman þér. Mjög gaman með þér. Ég keypti sennilega atkvæðið þitt þar. Sko. Það var þannig kvöld. Þetta var alveg þannig kvöld, en ég er ekki ennþá alveg seldur. Ég er frá með þig á Selfoss. Ég veit, en ég er ekki ennþá alveg seldur. Nei. En það er nú eftir að koma. Þetta er ekki alveg... Já, en er eitthvað, þú veist, máttu segja eða... Segja hvað? Þú veist, þú lítur... Ég er bara svolítið forritin hvernig svona... Ég er ekki frímur orðið, sko. Nei, ég veit það. En ég veit ekkert, þú veist, ég hef aldrei verið framböði. Og mér hefur alltaf langað að fara í svoleiðis. Hvað ég að segja? Jú... Er þið í Facebook-hóp? Já. Er þið í Facebook-spjalli? Hvað heitir hópurinn? Þetta voru svona viðreist? Okkar hver að gera 2026 eða eitthvað. Já, ok. Og eru þið mörg? Já, bara allir listin. Já. Plus samfélagsmiðla teimi. Nei, makar ekki. Nei, ekki með. Nei. Samfélagsmiðla teimi. Já, ekki svona dót, sko. Þetta er... Er þið með eitthvað svona strategi? Hvernig ætla að gera það sjálfstæðarflokkin? Er þið með eitthvað svona dæmi? Eitthvað svona plan? Nei, bara, þú veist, við bara gerum það. Já. Planið, ég segi ekki planið. Nei. Við bara gera það. En þú veist, erum lænið upp eitthvað pranks? Ekki þá. En ég geti gert eitthvað svo leiðis. Eitthvað kúki póka og banka og, þú veist, hjá aðstæðing, eitthvað svona. Þú veist. Ekki þá. Ég meina, pólitíkus að gera þetta svolítið, sko. Þú veist, þeir þú veist, svona gera smear campaign. Hefur þið þannig? Ég ætla, sko, já. Svona, já, bara svona, ég frétta að hann væri, alltaf, þú veist eitthvað. Nei, ég er ekki að gera það. Nei. En ég geti samt, sko, ég hef reynsla einu, sko. Aha. En þetta er orð gegn orði. Ok. Þetta er fint. Hvað er þetta gegn þér þá? Þetta er glæpur. Þetta er glæpur. Ég hef... Ég stundaði eins og glæp og þetta er bara kjaftaði. Ég komst einu sinni í blaðabunga. Hæ? Ég var á jamminu og ég var að fara heim, komst í blaðabunga. Ok, þetta er náttúrulega ekki fyrnt. Þetta er alls ekki fyrnt. Manstu eftir þessu? Ég man eftir þessu, þetta var bara í fyrra. Ha? Þetta var bara í fyrra, Eyþór. Já, þú getur ekki sannað. Og getur verið að ég hef ekki gert þetta. Ég er bara að segja sögu. Kannski líka að segja. Ok. En ég komst þess í blaðabunga. Ertu að búa til smear campaign fyrir sjálfa þig? Nei, ég er að hugsa... Þú segir mér að því. Nei, ég er að hugsa... Já, þú meinar. Segðu núna, vinu minn. Já. Vinu minn komst í... Ok, já, vinu minn. Já, þarna. Já, vinu minn, sérst. Hann komst í svona blaðabunga á leiðinu heim. Ok. Hvað var hann á leiðinu heim? Bara vinnunni? Nei, á tjáminu. Já. Og hérna, vorum við far... Eða sérst við... Vinnun? Já, hann var með far heim og og hann ákvað að opna þessu svona plasti fullt af blöðum. Já, er þetta bara morgunblaðið? Nei. Þetta er annar blað. Þetta er annar blað. Hvaða blað? Ég man það ekki. Hann sagði mér það aldrei. Já. En þú veist, þetta blað, það kostar. Ok. Skilur. Ok. Og ég komst í þennan... Nei, ég... Hann vinnuðinn. Já, fyrirgeðu. Sem er ekki frambáði. Nei. Hann er ekki frambáði þessi vinnuðinn. Hann komst í hennar blaðabunga og leysti krossgötuna. Já. Á öllum blöðunum. Á leiðinu heim. Ok. Og leysti það með misjafnlega gáfulegum orðum. Það þegar hann er ekki droslega greindur. Það var meira svona dóna. Já, dónakall. Já. Funny guy. Já, svona, þú veist.
Hvað var það bara að skrifa tippi og píka og Já, rassiprum bara eitthvað svona, já, bara eitthvað svona mjög barnalegt, eitthvað svona, já, hvað er aðeins um viniðin? Am I right? Skrítið að af hverju þetta með svona fólki? Það er nefnilega góð spurning. Er Hann þetta er eiginlega ekkert vinur minn í dag, Nei, þú veist. þú ert búin að skilja við hennar vin. Já, Þú hefur sagt bævinur. bævinur. Já. Og hann, Nú hef ég þroskast og ég ætla að segja, ég ætla að skilja þig eftir. Hérna. og hann bar þetta út í hús í hvergi. Já, fullur. Já. Ok. Þetta, eins og ég segi, þú veist, Hvaða blað var þetta? Það verður að koma fram. Segðu það bara. nei, ég get það ekki. Nei, ok. Sko, En þetta er bara vinuðin. já, Ég meina, veit ekki hvað hann heitir, en þetta er svoleiðis. þetta var hana hús og hýbili. Ok. Það er dýrt blað. Já. Það er 4 og 9 stykkið eitthvað. Já, ok. Einmitt. Vinuðin, maður. Hvað er það aðeins um vinuðin? Am I right? Am I right? Já, ok. En já, og þú veist, ég var að hugsa nota kannski hans smear campaign Já, komast kannski í blöð, af því að þú veist allir flokkandi senda út eitthvað svona blöð Mhm. og kannski senda eitthvað, skrifa eitthvað Já, já, já. og byrja að bera út sko. Já, já. Kannski, hugmynd skrifa Mér finnst það góð frá hugmynd. honum. Já, þú Bara- getur sagt. Hver er formaður sjálfstæðarflokksins í Hveragerði? Ingimar. Ingimar, já. Já. Getur við ekki gert eitthvað, hérna, getur þú ekki núna gert eitthvað svona smjörkampín? Var þetta ekki bara Ingimar sem var að þessu? Já, getur verið. Ég held að það er Ingimar. Er það ekki? Ég held það. Ég ætla Jú, að núna þegar þú segir það, þá held ég að það er Ingimar. Eða hvað heitir hann að formaðurinn í Framsókn? Ég veit það ekki. Nei, en ég held að mig Gæti verið hann. grunar hann pínu. En mig grunar hann pínu smá. Nei, mér finnst líka geggja að hérna, ég er titlaður í blöðunum og á listanum öryggisráðgjafi Já, og hlaðvarpsstjórnandi. einmitt, öryggisráðgjafi. Af því að við erum með mitt í búði Securitas. Já. Og ef að þú notar kóðan glaður á heimaverð.is þá færðu 50% afslátt af allri heimaverðinni Uppsetningunni. uppsetningu. Já. Það er mjög sniðugt. Já. Og hérna, Virkilega snið. og þú veist, þetta er bara einhver frá 4,990 á mánuði Einmitt. til að verja heimili sitt, hvort Já. sem það er fyrir innbrotum eða eldi eða vasttjóni. I would do it. I would do it as well. Já. I would do it. I do it. I do it. Ég er með þetta. Já, já. En nú þarf þú að fá Ég þarf í að nýja. fara að þetta. Já, Ég skal gera það fyrir þig. Einmitt. Ég er Fáum- með svalir. Fáum King Fannar. Ég er með bóamann. Svo Securitas. Securitas bóamann. Það verður sikk. Það er enda frábær hugmynd. Já, Ég getur fengið Fannar til að setja upp fyrir þig. já. Þinn uppáhaldsmann. Já. En við erum einnig búið Happy Hydrate. Já. Happy Hydrate Sticks. Veistu hvað ég gerði í morgun? Hvað? Ég prófaði að blanda hérna kreatíni og venjulum. Já, Ég Já, bara, það er mjög algengt, sko. Já. Það er mjög sniðugt. Já, og ég blanda aldrei samabræðinu, sko. Ég er alltaf að Nei. leika mér. Það leika er eitthvað. Já. Og sko, uppáhaldskomboð mitt hingað til er píts og pera. Já. Ég á eftir að prófa, hvað á ég eftir að prófa? Þannig að, Lemon, eða? Búin að smaka það? Lemon lime. já, ég á eftir að prófa það með einhver öðru. Já. En þannig að mixed berries og þetta, bara, ég held að mixed berries er uppáhaldsbræðið mitt ef þú setur minna vatn. Það er bara Já. svona bræðið sprengja. Algjörlega. Og þetta er bara gott fyrir þig. Þetta er ekkert slemt fyrir þig. Nei, nákvæmlega. Það er bara líka málið. Þú veist, þetta er svo gott á mótnana ef þú ert að fá þér orkudrykki og eitthvað. Am I right? Skip it. Fá þér frekar happy. Happy. En við erum einnig búið Colgate. En heldur þetta er gott að setja út í kaffi? Ég veit ekki prófa það. Mixed berries kaffi. Ég held að það getur verið vond, sko. En pineapple mögulega. Getur, Ég ég er með hugmynd. Já, prófa þetta. Morgun vóka ég glæður Já, því ég vakna. Já. Nei, snappin, Snappið. Instagramið. Það er náttúrulega 2014. Já, ég er, þú veist hvernig ég er. Já, Ég er snappin í Já. lífun, sko. Já. Ég elska að horfa á gæja og já. þú veist þessi gömlu góðu snappara, sko. Já, Þú veist, einmitt. I wish you were there ennþá, sko. Ég? Já, those were the days. Þá er ég bara að horfa á þig og Einmitt. þú veist, ég bara er alltaf að horfa á einhverja, þú veist, skúla Jóa vera, þú veist, ná einhverja bíl upp að heiði og svona, skilja. Já. Ég er svona kall, sko. Ég er ekki þar. Með mér er það gegga, sko. Mér finnst það svo leiðilegt. Mér finnst það miklu skemmtilega heldur en að horfa á einhvern, þú veist, einhvern út að borða á skála. What? Já, þú veist, what What the fuck, man? En já, Colgate. Já, sorry. við erum búið Colgate. Eh, Ekki segja sorry. Nei. Bara allt í góðu. Ok. Við erum búið Colgate. Já, við erum það. Já, og ég tampist á mig reglulega. Ekki daglega. Nei. Það fer eftir ef ég er með börnin eða ekki. Ef ég er með börnin, þá tampist það mig. Af því ég er fyrirmynd. Ef ekki, þá er ég bara einhvern veginn.
Ok, þannig að þú tannbursta þig hálfan mánuð, hálft ár. Nei, þú veist, ég er bara að segja stundum fer rútínan í smá hakk þegar ég er ekki með bönnin. Já, ég skildi. Já, það er alltaf lægi. Já, bara viðurkenna það. Mm En þá er mitt gott að vera með Colgate allstaðar. Já, eins og þú Já. hefur predikað. Já, þú hefði getað nýttið það daginn. Já, heldur betur. Það var ógeðslega lykt að Já. þér og þú veist bara, hvað er tannbursti? Einmitt. Hér er það, í hanskólunum mínu. Ting! Ting. Easy mode. Ég þarf satt að fara að nota tannþráð meira, sko. Já, ég líka. Já. Ég er bara að nota þessu stöngla, sko. Já, hann að plastið. Já. Já, ég svo leiðilegt. Já. Nota svona mjög gaman að tannbursta mig, sko. Það er bara eitthvað skemmtilega sem ég geri, sko. En að nota tannþráð, svona, ég er ekki þar, sko. Nei, það er líka bara vond, sko. Þetta er alveg Það er svona, vont. þetta er alveg vond, en þetta er svona dæmi sem þú þarf að komast yfir. Já. Þetta er bara svona eins og að fara í rektina. Mitt. Það á að gera þetta við stælega, sko. Já, það er bara 100%. Já. Já. Eins og komst í ræktina. Það? Eins og komst í ræktina. Já. Já. Eða skilur, þetta er svona... Ég þarf að fara að byrja Snalli, já, ég var að köpa mér kort. Já, ég fekk kort daginn. Aha, Mhm. crossfit. Já. Í alvörinni? Já, ég á 3 mánaða kort. Er það tengt viðreist? Eða okkar hverju? Nei, ég giggi Já. þennan daginn. Já, Hluti af laununum mínum. geðveikt. Það var ógeðslega flott. Já, joinaði mig. Já, það ekki. Ég er alltaf að reyna að mæta. Alltaf 5 ofnana. Já, ég sef alltaf yfir mig. Já. Ég er búin að sofa í mig núna alltaf bara. Ég er búin að stilla klukkum 5. Ertu aldrei búin að fara? Ég hef aldrei farið. Ég er bara búin að borga. En ég held að virkar þetta ekki líka upp í sundlaug í gyminu þar? Ekki hugmynd. Nei, ég held nefnilega að það væri, þú veist, ég er meira svona gym rat, sko. Já. Þú veist, ég er meira bara pumpa, sko. Já, ég er líka, sko. Pumpa í öllin, sko. Ég elskar bara lyftingur, sko. Stöpaldið mér, bara einhvern veginn taka upp eitthvað þungt, sko. Hvað er það þingsta sem að þú hefur lyft, Já. sem að þú bjóst ekki við að væri svona þung? Andlega líðan. Tilvistakrappa mig. Veistu hvað er það þingsta sem ég haldi á? Hættu þessu. Þegar ég bara að segja. Það er bara búið að vera svolítið erfitt, sko. Já, ég trúi því. Margir sálfræði tímar. Þingsta sem ég haldi á, og ég segi það, Já. það er gömul þvottavél. Já. Ói, hvað það er þungt. Nei, hver, það Þetta er bara seipuklumpur. það er bara, hvað er í þessu? Þetta er bara svona 300 kíló eða eitthvað. Hvernig funduðu bara þingsta, þetta er ekki samt svo lítið, skilur, Já, það meikar ekki sens. Nei, þetta er bara, og þú veist, bara svo bíll. þetta er eins og bíll Já, á þyngd, sko. já. En þegar þú veist, horfir á þetta, þá er þetta allt bara eitthvað svona pínlítið, þetta er svona jafn, eða áli eða eitthvað. Já, þú ert ekki með neitt grip. Nei, og Ekkert grip. þegar þú bankar í þetta, þá er þetta bara svona, já, fyslépp, þetta er bara eitthvað pínlítið já, málmur. einmitt. En svo held ég að tromlan inn í, hann að dæmið. Það Það er örugglega bara svona 300 Það kíló. er steipa, sko. Já, þetta er Í bara, gamla sítinu, Þetta er þetta er bókstaflega steipa. þetta er klikkað. Já, þetta er rugglað. Ég var einhvern veginn að hjálpa, Pældu líka í því í gamla daga, sorry. Í gamla daga, þá voruð ekki með eitthvað svona shit, skilur. Þú veist, Nei. við erum komin núna svona shit, þú veist, eins og liftari. já, trillur. Já, alls konar svona gadgets. Nei, en ég hérna var að hjálpa prestinu sinna að flytja á Erbakka Já, úr prestshúsinu eða prestsbústanum. og fallet það er. Já, ég er náttúrulega guðsmaður Já, já. og hérna og ég fór að hjálpa henni og hún var með þessa þvottavél, Já. eldgömmul. Já. Og hún baði mig um að koma, bara einn. Eða þess að mamma drikkaði gegn mömmu, mamma baði mig um að fara til hennar og hjálpa henni. Já, Og þetta var náttúrulega bara eldri kona, hún Já. það gæti ekki gert neitt. Ég veit. Þú veist, ég þurfti bara að kalla út sko stórskotaliðið á bakkanum Já, bara já. til að ná í þessu þvottavél sko. Já. Ég prófaði eitthvað, fór eitthvað, þannig að þetta verður ekkert mál. Já. Bara þingsta sem ég hef á ævi minni komið í Já. tæri við sko. Bara nei, ekki Bara- séns. Nei, ekki séns. Mhm. Líka, þú veist, fara með þetta hefur haldið svona þvottavél og verið að labba með hennar mill hurðakarma og svona klemt putta inn og eitthvað dót, sko. Já. Þú veist, það er von. Það er bara ömulegt. En ég myndi að gera það með 300 kíló af vél. Nákvæmlega. Eða sko, þetta Já, er þungt. og pappiðin er einhvern veginn yfir þér að drulli þig. Það er svo þreytt, sko. Það er Fuck. fokkin þreytt. Ói, hvað það er pyrrandi. Pappið þinn var náttúrulega að hjálpa okkur með stúdíu hérna. Já, þú veist, getur rétt ímyndað hvernig er að Já. bera eitthvað með honum. Þess vegna varst þú eiginlega bara alltaf í tölvunni. Já, þú veist, hann bara, það er alltaf bara þetta litla skot, hann var að hjálpa mér að flytja daginn og svona, færðu þið til vinstri, upp með þetta, farðu þú upp, Ingo? Farðu upp, Ingo? Já. Þetta er alltaf svona, hann er reiður, Já, en hann meinar rosa vel, Já. sko. Og ég skil hann alveg, ég er mjög þreytandi þegar það kemur að því að koma hluti minnum dyragarma, Já. skilur, þú veist, hann hefur gert það margóft. En
sko, nú eru páskar nýjafstæðanir. Já. Þú svolítið páskastrákur. Ég mikil páskastrákur. Fékkstu þau páskaegg? Nei. Ekki heldur. Ég bara sleppti. Ég bara, að ég segir okkur, Akkur. spara. Það? Já, bara, þú veist, þetta er svo dýrt. Sko. Já. Ég ger þetta bara... Ég fekk hendur eitt frá vinnunni, en ég gaf krökkunum það. Já, ok. Sem sparnar. Já, ég ger þetta meira fyrir Jesús, sko. Já, borða eggið. Nei, hátíðina. Já, wow, same. Hátíðin, föstudagur hann er mjög langur mér. Skammaðist þín eitthvað á föstudaginn langa? Nei. Djöfull skammaðist þín mér. Hvað varst að gera? Það er bara svo gott að skamma sín á föstudaginn langa. Já, þetta er dagurinn til þess. 100%. Hann var þarna á krossinu fyrir okkar syndir. Ég var bara í símanum allan tíman að drulli fyrir alla sem voru að skemmta sér. Já, þetta ekki verið símanum. Nei, ég var samt að dreifa boðskapnum. Þú átt bara að sitja. Ég gerði það, mest megnið. Þú átt að sitja og vera svona við borðið og vera svona. Nei. Hann bara dó í dag. Já. Nei, hann hékk á krossinum, sko. Já. Föstudaginn langa. Hann dó náttúrulega líka, sko. Hann dó í kjölfarið. Já, en þú veist, bara skilur, bara hann hékk á krossinum. Já. Það er svolítið gott að muna það. Einmitt. Já, akkurat. Fattar? Já. Á meðan þú kannski bara í tölvunni. Já, nei, ég fór nefnilega ekki í tölvunni. Nei, símanum. Ég fór ekki neitt. Ég fór endar í orgrimar aðeins, en ég skammaðist mín það líka, sko. Já, ég var bara... Sættir í old chatið. Já, bara happy Easter, guys. Today's the day. Nei, ég fekk mér engin páskaegg. Ég fæ mér vanalega páskaegg, en hérna sleppti ára, því að nú var alltaf byrja átæki og... Jú. Ég ætla ekki byrjaður, sko. Steytist í það. Enda sagðist ég ekki vera byrjaður. Nei, einn daginn. Nei, ég sagðist vera að fara að byrja. Já. Ég er að fara. Já, bara einn daginn. Ég er búin að vera spáð með ósembyggi og þetta, sko. Nei. Þú þarfst ekki að byrja það. Nei, ég er að segja bara, þú veist. Bara pæli. Já, bara pæla. Bara svona, Nei. Kannski. Þú veist, kannski bara. Já, ekki gera það. Kannski kemur Jack í næsta þætti. Reynum þetta. Það væri svo gaman. Við gætum allt í orðið, þú veist, hérna, af því að við erum að glíma við ákveðið depressjón. Nú. Nei, ég mátti ekki segja þetta. Við erum OK glæðið podcastið. Já. Sorry. Ég meina, við erum bara að glíma við alls konar. Jú. Og hérna... Gleði. Já. Og stundum ómikli. Nei, ég held að, já. Einmitt. Ég held að það sem er svona eirðarleysi. Hvað ég á að gera, sko. Þú veist, þá er gott að geta bara, hei, Galli. Já, fara að pumpa aðnina. Já. Skilur við. Já, einmitt. Þú veist, nákvæmlega. Það er krea. Já, getur svo fucking ímynda með okkur einhvern veginn fucking vera bara, þú veist, einhvern veginn. Ég held að þú getur ekki mynda með það. Nei, ég veit að ég get það ekki, sko. Nei. Ég er með sjúkdóm. Já. Ég er með óhraðan skjaldkirtil, þannig að ég get ekki mynda vöðva. Já. Ég byrjar að borða prótein núna daglega. Ok. Ég er að gera það. Það er byrjun. Já. Ég held að ég geti verið svona svo The Mountain. Já, þú getur það. Við sko, ég fekk mér á hann. Bara svona 200 kíló af möðvu. Já, ég held þú getur það. Bara stera með þessi í gang. Já, nei. Já. Skilur? Já. En Mountain gerir það aldrei. Nei, en herðu, eitt sem ég ætla að tala um. Hvað? Út frá þessu. Já. Er að ég var að fatta þetta allt í einu. Ok. Manstu þegar þú gáði mig einhvern tímann þátt á ákveðglæðir fyrir nokkrum árum? Þegar þú prófaði að klemma? Nei. Það er annað. Já, það er annað. Þetta er fyrir mörgum árum. Já, þegar við ætluðum að prófa að stera saman. Nei. Þetta er þegar við vorum að tala um ólympíuleika og hvort það akkurat ekki bara til sér ólympíuleika fyrir fólk að stera. Já, og þeir eru að gera þetta núna. Am I right? Við vorum undan. Já. Halló. Já. Ángríns. Við eigum þessu hugmynd. Eða þú. Ég á þessu hugmynd. Já. Ég á þessu hugmynd. Og ég á líka OnlyGods. Mitt. Mástu því? Já. Við gáum það aldrei út. Er það komið? Ég held að við gáum það aldrei út. Nei, við gáum það ekki. Nei. Er það Má ég segja frá því það? OnlyGods? OnlyGods? Já. En er það þátturinn sem við köttuðum mitt er? Nei, þeir eru fórum að rífast. Já. Nei. Það væri gaman að hendi hann, ég er með hann, já hann. Nei, við getum það ekki. Gefa hann út. Nei, gefum hann út. Einn daginn. 100. Ef við verðum vel massaðir, þá gefum við út hann þátt. Já. Þetta var, já. Við fórum að rífast, já. Já, við fórum að rífast. Já. En hérna OnlyGods. Já. Það er rugglu pæling. Já, mér fannst það góð pæling. Já, sko. OnlyFans nema fyrir gods. Guði, já. Já, það sem að þú leggur inn á mánaðarlega Þinn Guð. Á þinn Guð. Já. Og þú færð kannski einu og eina tásuminn frá honum, skilur. Þú veist, þetta er bara eitthvað gaur. En það má ekki skrása hann inn sem... Nei, sem Guð, nei. Nei. Það er útvalinguð. Þetta er bara kristintrú. Já. Er með OnlyGods fyrir
Jesus. Já. Þeir eru með Jesus. Ég Síðan skil. erum við með Buddha. Já. Og þú velur bara, leggur inn, eins og fólk gerir í kirkju, já, mánaðargreiðslu bara mánagreiðsla, Uh-huh. og þú færð svona... alls konar, Yep, surprise þú færð kannski, mitt surprises. Alls konar svona, mögulega svona... Þetta getur verið erotískt, þetta þarf ekki endilega að fara á Já, ég skilji. þetta er kannski svona mitt á milli. já, bara svona Þetta er bara svona pínu thirst trap í Jesus, skilur, en Já. samt líka words of wisdom og þú veist, Já. svona high five. já, þú ert líka að fá Já, færð svona það, mér líst vel á það erindi mánaðarins Vá. og tásumynd mánaðarins. skilurðu. Erindi. Já, og síðan ertu með chat, já, þar sem þú getur játað syndið þínar. Við skilum það. já, það er geður Það er sjúklega sniðut. Við látum bara hellinga einhverju fólki vera á chatinu, skilur. já, svo þú ert búin að skrifa, þú veist, syndina eina Já, I am Jesus. Já. Thank you for the message. já, og svo ertu með svona see more Já. það sem en þá er pay, skilur Já. pay-per-view Nákvæmlega, paper, mitt. af því að sjá Virkilega. Hvern- Svona, það er svona guð í einhverju stellingu. já, Lás. Einhverju lás. en þetta er eitthvað stránglega banna sem við erum að gera núna sko. Já. þetta er eitt af bóðorunum sko. Já. True. nota nafn Guðs og Já. Hégó En við vorum með þessa pælingu með stera olimpíuleikana. já, Við áttum hana. Við komum með þessu hugmynd. Já. Að mínum mati. já, Bara 100%. svo bara kom þetta núna þú veist, Einmitt. á þessu árið Já, eitthvað. bara enhanced Olympics eða eitthvað. já, Ég var bara, einmitt, mín hugmynd. talk to me Bara, einmitt, okkur þetta stela minn hugmynd. Góð hugmynd, það er þetta að gera TM, Já, trademark já. þú veist því að þá er þú núna bara eitthvað, hey, yo, podcastin á Íslandi Já, eigum þessu hugmynd. Já, en sko, eitt með þetta, með þessu olimpíuleika sem ég man að við ræddum aðeins, þú veist, það verður svo gaman að sjá munin, bara, þú veist, þú veist, í fyrsta leið bara hver er bestur já, og hvernig lítur hann út. Þú veist, er hann bara hvað, þú veist, bara í rugglinu, þú veist, skilur, bara með fáránlegustu kálfa á jarðríki, já, og er hann að fara að vinna úr sem bolt, skilur, þú veist, ég held að sé munur þar á, fattar þú veist, ég held að verða alveg mega munur. 100% Eða ekki. Nei, er þetta ekki samt líka bara rosalega mikið bara, þú veist, gen þú veist, bara það er það sem er svo spennandi, þú veist, ég vona svo mikið að gaurinn sem er á mestu styrunum sem vinnur langklaupið eða eitthvað sé verri heldur en sem bolt. Það verður hilarís. Það er sko ótrúlegt að skoða metin ég held samt að þessi styrar gerir sko ekkert mikið fyrir því hlaupum hendilega. Nei, nefnilega ekki. Ég held allavega eins og Sprengikraftur samt, kannski. Já, getur verið, en ég veit að metin í sko metin í öllum svona kastgreinum og okkur dóti, þú veist, sleggju og þetta dót, spjótkast og eitthvað. Já. Ég veit að metin í gamla daga, þú veist, það er bara ekki hægt að toppa þau, sko. Nei, akkurat. Þú veist, þar voru menn bara rætaðir, Já, sko. já, true. Bara harkalega steraðir. Já. Og þar voru menn að kasta þessu, sko. Já. Og ég held að það sé bara ekki hægt að bæta þessi met, sko. Einmitt. En kannski núna. Já. Þú veist, með þessum olimpíuleikum, sko. Það er mjög áhugavert. Þarna líka hljóta rússara með að spila aftur, eða Já, þau voru bannaðir. Já, búið að banna. Já, út af, bara rússneska federationið út af það var ekkert að stríðina neitt, það var bara út af svindli. Þau var alltaf svindli. Pældi að vera leiðileg þjóð. Já. Come on, hætti þessu. Okkur að svindla svo mikið. Bara að vinna. Já. Bara stoltir. Bara stoltir, þjóðstoltir. Ég hugsa oft út í þetta. Bara, þú veist, af hverju gerum við, af hverju tökum við ekki bara höndum tveim? Bara ég, þú og bara íslenska þjóðin. Tökum 1% af skattpenningunum okkar og rætum íslenska landsliði í fótbolta. Já, ég skil. Af því að þú veist, þú sérð alveg hvað pening þetta gefur okkur, skilur við. Ég veit þetta ekki hversu sniðugt það er að gera það í fótbolta, sko. Af hverju ekki? Ég held að sé ekkert gott að vera gett massaðar fótboltaðli, sko. Nei, en þú veist, gerum bara eitthvað, þú veist, en handboltalandsliði. Já, bara gerum það, gerum bara full on svindlum, af því að ef einhver þjóð má það, þá er það við. Af því að við erum lítil þjóð. Já. Fattar þú? Þú veist, við erum á móti Milljónum manna og þau eru með 1.000.000 manns til þess að velja úr. Ef að prófa þetta Viktor Gísla? Já, ef að byrlunum sterum þegar hann kemur einn daginn. Það var hræðilegt. Já, við ætlum ekki að gera það. Jú. Nei, við gerum það ekki. Nei, en skilur við mér samt, sko, mig langar svolítið að við förum, þú veist. Við að prófa þetta.
Þetta segja það? Stera? Já. Nei. Nei, Ég er að segja, þú veist, Hvert fara með þetta? ég er bara að segja, við erum með alls konar íslensk landslið Já, sem já. fá ekki, þú veist, þú veist, er ekki alveg bara nógu góð, skilur við, þú veist, við erum alltaf að ströggla eitthvað Við erum bara smáþjóð. Ég veit það, gefum getum við öll bara gert bara svona þögult samkomulag að við ætlum að ræta alla En þú íþróttamennina veist að okkar. lyfjaprófa, sko. Já, en við erum íslenska þjóðin við reddum því bara, einhvern veginn þú veist, Bara svona... bara fölsum, þú veist, bara Halla Tómasdóttir er inn á nett, skilur við Já, hún já, falsar bara, það er bara allir með. það er allir með þögult samkomulag Já. og það er bara, þú veist, við segjum ekki neinum Nei. ef við ættingið DK Já, við getum líka allt fallið okkur bak við erum víkingar. við erum, já, auðvitað líta þér svona út Já. við erum alltaf víkingar Þetta er bara Þú veist, genin. þetta er bara genin hérna, en eitt með þessa Enhanced Olympics Já. ég held að verði mjög lítil smokkanótkun þar Nú. þeir kláruðust á síðustu olimpíuleikum sko. Já, þetta er... Það fyndið að skulle segja þetta, því að það er sko, þetta er eiginlega bara eitthvað svona fuckfest. já, en ég held ekki samt í Enhanced Akkur ekki? af því að ég held að sterar Já. taki allt það frá þér Nei, ég gerði ekki meira. Nei, ég held að taki allt að þér Nú, ok. ég held að mingi það meiri segja bara, þú veist, Ertu viss? Hækkar ekki testosterónið? Nei, Google it, þú hættir að vera horni sko, ég lofa þér í Þess... þú verður bara meira aggressiv, leiðilegur Já, já. þú veist, þú verður basically bara lögreglumæður eða þú veist, einhvers konar öryggisvörður þú veist, þú gerist hann tíma Já, skilji. Nei, sko, já, ég er að googla þetta hérna. já, Sjáum. en þú veist, þetta verður erfiðara ég held að verður meiri svona já, að verður kannski The short answer is yes. oh fuck They usually do, but it's almost always a temporary effect. já, bara pínu stund svo. Já. já. Það kemur bara eitthvað Svona svona... helli smá yfir mig vákækraður En synthetic version of test, þetta er bara testi. já, Þetta er bara eitthvað svona klikkaður testi, skilji. Þannig að þú verður hypersexuality. já. This massive surge in hormones directly stimulates the brain. ok, já, þetta hljómar endur ekki rosalega vel að hafa svona marga á þessu saman Nei, það er sem að segja. heldur að þið séu sama svona tíðring En kannski notar ekki smáka. nei, einmitt, Þú veist. nákvæmlega sko, já, akkurat hérna, já, mitt pæling, þetta er bara vangavelt Þetta er bara vangaveltur. við erum bara ok glæður, við erum bara pæli lífunu skilur En ég var að pæla, þú veist, eins og með Viktor Gísla. já, Við getum alltaf að prófa þetta á honum. hvort hann sé glæður, nei, Nei, já, já, nei. nei. Að stera hann upp, sko. ég meina hvernig ætlar að prófa þetta á hann Bara fá hann reglulega í þáttinn. svæfa hann aðeins og Bara blessa það er djúlega alltaf gaman hjá okkur, ég veit Nei, ég ætla að byrja alltaf að vera svona klípan. Skilur, byrja þar. ég er aðeins að klípa þig Já, hann er eitthvað, hvað er þetta að gera? já, Ég er bara að klípa þig. Síðan verður þetta bara vani. já, síðan þetta komið spraut Já. nei, við myndum aldrei gera Viktor Gísla Ekki. nei, við myndum ekki gera við myndum ekki fara spraut Nei, hann er vinnur okkar. hann er vinur okkar Já. og hérna Vinnur þáttanins. hann er góð vinur Já. þáttanins Ég myndi aldrei gera ég myndi aldrei gera hún þetta ekki nema hann vilja Reyndar. þú veist, ef hann myndi segja já með þið Í mitt. þá myndi ég Herru, ég frétti samt að þú hafi tekið voðalega lítið þátt í pubquizinu sem ég gerði um daginn. já, ég tók eiginlega engan þátt í Hérna, ég datt svo mikið út já, Já. þú hefur bara verið eitthvað, hérna, eiga við þig. eiga við mig hvað meinar eiga við Í mig salnum, já, ég frétti það. já, ég tók eiginlega ekki neitt þátt Nei, ég var bara að spjallaði vinn minn já, sem er alltaf lægi. já, Þú veist, hei, þetta er engin ára. mér finnst bara pubquiz mjög leðilegt Já, það er alltaf lægi. já, Þú veist, manstu? já, bara Ég ætla að spyrja þig bara örfá spurningar. ok, Bara svona til að tjekka þér. já, ok Með hvaða lægi lendi Jóhanna Guðrún í öðru seti fyrir Íslands hönd í Eurovision árið 2009? hérna snert hörpu mína Ekki heimi bulla. borgnadís hún samdi þetta lag Já, en ég veit það, en hún lendi náttúrulega ekki í... hún samdi þetta lag árið 1999 Það er ekki spurningin. nei, Eurovision, já 2009. hvenar, Við erum með þetta. það er hérna fokk maður, hvað er það? Það er hérna fuck, ég maður þetta ekki sko. Ég veit að Jónsson með Blue Og frændi minn, Kristján Gíslason, hann var með Birta. já, být eftir mér já, hvað var Jón okkur með?
Is it true? Já, Is it true? Is it true? Já. Gerðveit lag. Gott lag. Hver á slagorðið táknum gæði? Táknum gæði. Mhm. Táknum gæði? Táknum gæði? Shit, mér finnst það svo leiðilegt, sko. Táknum gæði, maður. Já. Þetta er... Toyota. Já. Og það lertu vitlaus. Fyrirgefðu. Þetta er alveg erfið spurning. Nú er einn fyrir þig. Ok. Hver fór með aðalhlutverkið Neo? Keanu Reeves. Keanu Reeves. Árétt, vel gert. Já, Þetta er vel gert. Takk. Erum við endið á spurningaleik? Já, ég fíla það. ég var bara með eitthvað nokkrar Já, fyrir þig. Já. Ég er líka með hérna, alls konar, hérna. Kvotu með 2 viðbót. Ok. 2 viðbót. Mhm. Hvað er eini fugli sem getur flogið aftur og baka? Hérna Svanur. Hummingbird. Ok. Eða kólibrífugl. Virkilega skemmtileg spurning. Og þetta er allir að vita. Það finnst mér. Hver er höfuðborg Nýja-Sjálands? Wellington. Bang. Boom. Þarna, Ég náðu þessu. Þetta er klassísk spurning. Hvað eru margar plánundir í sólkerfinu okkar? 8. Boom! Hvað gjaldmiðlar notaðar í Sviss? Síkill. Nei, byrju, fuck. K eitthvað? Nei. Nei, ok. F. Og Frank. Boom! Frank, já, Franki. Franki, já. Eða Franka. Já. Frank, já. Frank. Maður er alltaf að læra. Einmitt, Frank. Hver leikstýri bíómyndunum Titanic og Avatar? Hérna, James Cameron. Já, rétt. Hvaða orðskipti Íslendingar verið í hægri umferð? Gjarnan kallaður hádagurinn. Wow, þetta er fucked up spurning. Við vorum með vinstri umferð. Já, það. Já. Þetta er fyrir sjálfstæði. Nei. Ekki, er þetta eftir Þetta er ekki sjálfstæði? svo langt síðan. Hvað er þetta bara 87? Nei. Nei, ekki þannig. Nei. 69. Næstu því. 68. Vá, ok, ná. Þannig að ég bara geði það. Já, Vel gert, Já, skilur. takk. Bara, vel gert. Já, takk. Hældu því fyrir land að vera bara með vinstri umferð. Já. Og svo bara allt í einu skipta allir yfir í hægri. Hvað ætlaði hérna árekstratíðin hafi verið? Já, þá. Já. Bara ég skildi ekki þá. Ég er reyna áttum á þessu. Hefur keyrt í London? Já. Já, ég verið í taxa í London. Ég hef ekki keyrt þar. Nei, ég nefnilega hef ekki gert það. Já, það er fucking skrítið. Man líður alltaf illa, sko. Já. Og líka þegar þú ert að labba við götu. Já, einmitt. Þú veist, þú verður að passa þig, sko, að því maður lítur alltaf hérna. Já. Engin bíll að koma. Það var örugglega bara allt í lagi að klessa á 1 ár. Bara Já. svona, eitthvað svona aðlögunartími. Já, bara allt tryggt. Bara, já, einmitt. Bara, já, ég meina, þú veist, það er vonum að breyta. Já. Hérna, En já, þetta var skilði alveg úr móti umferð. Skilði alveg. Þetta var bara léttur endir fyrir þig Já. og hlustundur. Þetta var bara virkilega gaman. Fýtt þáttur hjá okkur. Fýtt þáttur. Við þurfum að fara að fá gest. Já. Til okkar sem fyrst. Einmitt. Hérna, Það er þetta góð hugmynd. Þannig að þið með endalega senda okkur bara Já. hvað þið viljið heyra. Hvaða gest viljið sjá hérna hjá okkur? einmitt. Við erum í Hvergeri. Já, það er alltaf leið. Já, ég veit. Nei, þetta er ekki flókið. Þetta er ekki flókið. Það er alveg rétt hjá þér. Þetta eru 25 mínútur yfir heiðina. Einmitt, ég veit það. Þetta er ekki erfitt, sko. Nei, já, akkurat. Þú veist. Bara að því að þú veist, það er mjög oft sem fólk heldur að þetta sé ógeðslega langt. Já. Bara Ég- hver að gera því? What the fuck? Hvernig hann er að keyra í vinnuna? Hver er með degi? Já, ég er bara að segja. Ég sé alltaf bara shut the fuck up. Shut the front door. Þú veist. What the fuck? What the frick? Já, What the frick? I'm Mér langar bara í Capri-Sun. mitt. Þú er ekki yfir heiður, ég langar í Capri-Sun. Já, bara svona, og mér langar bara í Capri-Sun. Einhvern veginn. Þú ert svo fucking. Þú ert alltaf ekki í lagi. Nei. Herri, En já, ángrínsand, ef við erum með hugmyndir af gestum eða þáttum. bara Umræðefni. Umræðefni, Bara- senda okkur. Við skuldum Pokémon þátt. já, Við munum gera hann. skuldu líka kynlýstátt. Skuldum kynlýsþátt. Þetta var nú svona míní. Pínu horni. Já. Það væri alveg gaman að fá kynlýsfræðing eða einhvers konar fræðing Já. til þess að bara svona að kenna okkur á þetta. Ég er bara, mér langar svolítið að fá til mín okkar. Já, Fyrirgefðu. það er bara einn. Nei, Já, kannski að vera svona special þáttur. Já, Ég, Já. Eyþór á móti. Einhverjum öðrum. Já. Já. Nei, ég væri samt ángríns til að bara fræðast um þetta því að ég fekk ekki nógu góð kynlýsfræði í grunnskóla. Nei. Að mínu mati. Já, það er þitt mat. Ég held að þú hefur bara getið ekki eftir. Ég var að fylgjast með. Ok, Já. ok, ég menn það er alltaf leið. Já. Þú veist, Einmitt. einmitt. Ok, takk hjá fyrir að hlusta. Við erum í bóði Securitas, Happy Hydrate og Colgate.
Bustu okkur tennunar, drekja Beitreit og passið ykkur þann úti. Það er ekki á oddinum. Já, það er ekki á oddinum, passið ykkur á passið ykkur á Þorlákshöfn. Það ekki? Nei. Já. Passið ykkur á Sjálfstæðisflokknum, eða ekki? Jú. Hvað finnst þér? Jú, Þú ert Viðreisn. Nei, þú ert, eða ekki? Nei, Orkukverkir. Orkukverkir? Já. Kjósið það. Brennum Nei, ekki brennum Nei. Alls ekki. Þú bara segir til. Nei. Viltu ekki koma með einhvern svona áraður í lokin? Jú, bara kjósum Orkukverkir, þú veist. Bara simpul. Eða bara það sem þið viljið, Sjálfstæðisflokkin líka og... Nei. Eða Framsókn, bara það sem þið viljið, það sem ykkur finnst vera gott. Já, en treystiði mér bara. Já, treystiði Þóri. Mér stendur. Já.